Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Lát mig Drottinn sjá afdrif mín og hvað mér er útmælt af dögum. Lát mig sjá hversu skammær ég er. Sjá, örfáar þverhendur hefur þú gjört daga mína og ævi mín er sem ekkert fyrir þér. Hvers vona ég þá, Drottinn? Von mín er öll á þér. Og í Rómverjabréfinu segir Páll postuli: Ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Náð sé með yður og friður. Víki vaki.
Það var eitt það síðasta sem hún hafði orð á áður en hún hvarf inn í svefnin og draumalandið. Vikivaki. Ásamt því auðvitað að biðja hann Sigga sinn. Þau sem höfðu gengið götuna saman í 61 ár. Viðburðarík og gjöful samleið komin að vegamótum. Kveðjustund og þó. Minningarnar lifa og hún áfram í hjarta hans og ykkar allra sem áttuð hana að. Allt hið liðna ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt. Sól lægst á lofti þessar mundir. Við lýsum upp skammdegið með jólaljósum til að bæja myrkrinu frá. Sú sem við kveðjum í dag var ljóssins megin. Frá henni stafaði birta sem þau sem að til þekktu fengu ríkulega að njóta. Á þessum árstíma finnum við svo vel að við erum opnari og viðkvæmari en í annan tíma. Og þá erfitt að hafa ekki þau hjá okkur sem við elskum. Í dag beinum við sjónum okkar til þeirrar birtu sem aldrei bregst. Hátíð í nánd, tími endurminninga, tilfinninga og undirbúnings. Og boðskapurinn eindreginn og skýr. Drottinn kemur. Vonin heilsar okkur með kærleika og frið. Og boðar betri tíð og hækkandi sól. Eða með orðunum úr Vikivaka sem svo yndislega voru sungin hér af ömmustelpu áðan: vorið kemur, heimur hlýnar, amma mín. Jenný Jóhannsdóttir var fædd 3. ágúst 1946 í Hnausakoti í Austurárdal í Húnavatnssýslu. Foreldrar hennar voru hjónin Jóhanna Dagbjört Jónsdóttir og Jóhann Helgason. Jenný var 3. elst í 9 systkinahópi. Eldri voru Ólafur Helgi og Jón Unnar, en yngri Ragna Guðrún, Bryndís, Jóhannes, Kristín, Oddfríður og Skafti. Jóhanna og Jóhann voru síðustu ábúendur í Hnausakoti og þaðan átti Jenný ljúfar bernskuminningar. Hún gekk í farskóla og átti minningu í vetrarófærð þegar að faðir hennar dró hana á hestasleða í skólann því að engin bíll var til á heimilinu. Systkinin fæddust eitt af öðru og emileraða byttan eða fatið sem notuð var við fæðingu barnanna var því nánast í stöðugri brúkun. Og á milli fæðinga var grautur borinn fram í fatinu við mismikinn fögnuð sumra eldri systkinanna. Mannmargt heimili þar sem að gleði og væntumþykja réðu ríkjum. Ekkert svo sem umfram en aldrei skortur og allir lögðu sitt að mörkum í heimilishaldi og búskap. 15 ára gömul réð Jenný sig sem ráðskonu á Skárastöðum hjá Munda frænda sínum, en þegar hún var 13 ára lá leiðin suður á bóginn veturinn hún hóf nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Þaðan lauk hún gagnfræðaprófi og síðar landsprófi. Jenný var afburða námsmaður og lauk prófi með hæstu einkunn sem gefin hafði verið á þeim tíma frá skólanum, 9,37, met sem stóð í áratugi.
Í kjölfarið réði Jenný sig í vinnu hjá Sjóvá og var fljótlega gerð að gjaldkera og þar starfaði hún til ársins 1970. Á kvennaskólaárunum lágu saman leiðir Jenníar og Sigurðar Björgvinssonar sem var fæddur í Vesturbænum í Reykjavík. Og svo öllu sé nú til haga haldið þá kynntust þau á gömlu dansaballi í Breiðfirðingabúð á annan í jólum 1962. Siggi og Jenný gengu í hjónaband 7. ágúst 1965. Þau byrjuðu að búa hjá Guðrúnu föðursystur Jenníar en færðu sig síðar í kjallarann í Skeiðavogi hjá foreldrum Sigga áður en þau fluttu í Breiðholtið þar sem þau keyptu sína fyrstu íbúð. Synir þeirra hjóna eru Jóhann, fæddur 1965, en hann lést árið 2019. Björgvin, fæddur 1970, Sigurður Unnar, fæddur 1972 og Davíð, fæddur 1979. Barnabörnin eru 15 talsins og langafa og langömmubörnin eru orðin 7. Tímamót urðu í lífi fjölskyldunar árið 1976 þau fluttu austur í Búrfell í Gnúpverjahreppi en Siggi hafði þá ráðið þangað sem vélfræðingur við Búrfellsvirkjun. Við tók sannkallaður blómatími. Fjölskyldurnar í Búrfelli mynduðu samheldan hóp þar sem að vinátta og öflugt félagslíf var allsráðandi. Hestamennskan sem þau Siggi og Jenný höfðu stundað í Reykjavík fékk byr undir báða vængi en bæði höfðu mikla ánægju af henni alla tíð. Nutu þess að eiga góða hesta, fara útreiðar saman og í vinahópi. Til urðu formlegir hestahópar þar sem að Siggi og Jenný voru prímus mótorar. Hestamannafélagið Brauðfótur sem í voru 8 félagsmenn og svo Söfnuðurinn sem taldi mun stærri hóp vina og sveitunga. Með þessum hópum var mikið brallað og ferðast vítt og breitt landið og til urðu ógleymanlegar samverustundir. Eftirminnilegasta og trúlega lengsta hestaferðin sem þau fóru var þegar riðið var norður í Hnausakot, dalina tilbaka og alla leið heim. Siggi og Jenný voru vinamörg, gríðarlega sterk félagslega og í kringum þau var ævinlega mikið líf og gleði. Árið 1980 kaupa þau hjónin í félagi við vinahjón sín Jón Áskell Jónsson og Guðbjörgu Kristinsdóttur Skarð í Gnúpverjahreppi og þangað flutti fjölskyldan árið 1984. Áfram voru þau hjónin öflugir liðsmenn í sinni sveit og voru nú orðin Siggi og Jenný í Skarði. Virkir þáttakendur í samfélaginu, vinsæl og vel látin. Á meðan þau bjuggu enn í Búrfelli fór Jenný ásamt nokkrum nágrönnum og sótti sér nám í öldungadeild Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Þaðan lauk hún stúdentsprófi árið 1985 og 4 árum síðar hafði hún lokið kennaraprófi frá Kennaraháskóla Íslands, þá 43 ára gömul. Jenníu var ekki fisjað saman. Skarpgreind og nám lék í höndum hennar. Við tók kennsla til starfsloka fyrst í Reykholti í Biskupstungum en síðar í Brautarholti á Skeiðum, í Árnesi og á Flúðum. Jenný átti farsælan kennaraferil og var vel metin jafnt af nemendum sínum og samstarfsfólki. Fallegar kveðjur og hlýlegar umsagnir nemenda hennar nú við leiðarlok segja meira en mörg orð. Jenný var einstaklega hlý manneskja og fordómalaus. Á heimili hennar máttu allir vera eins og þeir voru. Að mæta fólki af nærgætni og virðingu var Jenníu í blóð borið og þeirri lífsýn miðlaði hún ríkulega til afkomenda sinna. Hún var stolt af strákunum sínum og hélt aldrei að þeim hvað þeir ættu að læra eða verða. Hver fór sína leið.
Þegar upp var staðið höfðu þeir allir menntað sig í því sem þeir höfðu áhuga á og nutu farsældar og velgengni hver á sínu sviði. Sjálf hafði Jenný brotist til mennta og lagt á sig langt ferðalag að settu marki. Sú vegferð innrætti drengjunum hennar virðingu fyrir möguleikum nútímans á því að þroska kosti sína og nýta þau tækifæri sem gefast. Jenný var náttúrubarn. Margar af bestu stundunum áttu barnabörnin með henni út í náttúrunni. Í berjamó að njóta fegurðarinnar í nálægð við álfa og huldufólk sem hún leit á sem vini sína. Jenný var dugnaðarforkur sem að vílaði verkin aldrei fyrir sér og hélt utanum alla þræði heimilisins og fjölskyldunar af eðlislægri natni og umhyggju. Hún var hannyrðakona af Guðs náð og prjónaði óteljandi lopapeysur á fólki sitt. Eiginmanninn, börnin, tengdabörnin, barnabörnin og langömmubörnin. Og meira að segja bánsar og dúkkur voru ekki undanskilin. Veistu hvernig ég að prjóna á núna, sagði hún gjarnan sposk á svip, því að alltaf var ný flík í smíðum frá einni viku til annarar. Þið ekki farið að vanta peysu, var líka spurt. Eldhússtörfin vöðust ekki fyrir Jenníu. Hún eldaði góðan mat og var oft framúrstefnuleg í eldamennskunni. Jenný var bókmenntakona, vel lesin á mörgum sviðum og alæta á bókmenntir, íslenskar skáldsögur, ljóð eða þjóðlegur fróðleikur og oftar en ekki var hún með bók við höndina. Núna síðast hlustaði hún á Dalalíf Guðrúnar frá Lundi í Storytel. Jenný var pólitísk og tók þátt í þjóðfélagsumræðunni á sína vísu án þess að hafa hátt en hafði þó algjörlega sína meiningu. Gegn heil kvenréttindakona og jafnaðarmanneskja. Jenný var virkur félagi bæði í Sontaklúbbi Selfoss og í kvenfélagi Gnúpverjahrepps. Þá satt hún í hreppsnefnd Gnúpverjahrepps í eitt kjörtímabil á árunum 1994 til 1998. Jenný var glaðlynd og góðhjörtuð, gjafmild og brosmild. Úrræðagóð og bjó yfir jafnaðargeði. Jákvæð og aldrei neitt vesen í kringum hana. Bannað að væla, sagði hún gjarnan. Jenný hafði góða jarðtengingu og kannski þess vegna var hún oft berfætt. Hæfileikarík, umburðarlynd og algjörlega laus við dómhörku og hallmælti ekki fólki. Jenný hafði óskaplega gaman af umstangi og framkvæmdum. Algjörlega ólöt, eins og Siggi orðaði það svo ágætlega. Hún naut þess innilega að sjá Jóhannshús rísa nú í haust heima í Skógarskarði, en það var reist til heiðurs og minningar Jóhann elsta son þeirra hjóna. Efst á Arnarvatnshæðum oft hef ég fáki beitt. Þessar ljóðlínur eiga svo sannarlega vel við okkar konu. Húnvetningin sem hafði Arnarvatnsheiðina ekki langt undan. Hestamennskan var ómissandi hluti af lífsmynstrinu hjá Jenníu, alveg frá uppvaxtarárunum heima í Hnausakoti. Hún var góður knapi og átti fyrirtaks reiðhesta. Afbragðshross voru ræktuð í Skarði. Hinn gráa kreppa var þar fremst meðal jafningja. Afburðameri og gott reiðhross sem náði því að verða 30 vetra. Hrossakjöt var líka stundum á borðum og þegar það var smakkað var viðkvæðið iðulega hjá Jenníu að þetta væri nú ekki eins seikt og hann gamli jarpur. En það var reiðhestur uppvaxtaráranna fyrir norðan. Jenný var orðheppin og góður húmóristi, hnyttin og oft hárfín í orðavali. Þau systkinin eignuðu saman paradísina Hnausakot og þar voru ógleymanleg ættarmót haldin reglulega
hnausakotsleikarnir. Á þeim sameinast stórfjölskyldan á gæðadögum þar sem iðulega er mikið hlegið. Þau systkinin voru einstaklega samheldin og samrýmd alla tíð. Jenny bjó lengst af við ágæta heilsu en fyrir 10 árum síðan greindist hún með Parkinsons sjúkdóminn sem heldur tók að draga úr henni þegar að fram í sótti. Þessum óboðna gesti tók Jenny af æðruleysi og vildi sem minnst hann tala. Sendi börnunum sínum fregnir af sjúkdómnum í SMS-i og síðan skildi það ekki rætt frekar, enda bannað að væla. Þau hjónin voru þau áfram virk í félagsstarfi, sungu með 2 tímum og tóku þátt í eldri borgarastarfi í sveitinni. Það var þeim hjónum og fjölskyldunni allri mikið áfall þegar að frumburðurinn Jóhann lést fyrir aldur fram árið 2019 eftir baráttu við krabbamein. Það var ljóst að sá missir dró töluvert úr lífsþrótti Jennyar og neistinn dofnaði. Fyrir mánuði síðan var Jenny fyrir því óhappi að detta í hálku og mjaðmagrindabbrotna. Var þá á leið í saumaklúbb með vinkonum sínum úr hestamannafélaginu Brauðfóti. Hún fór á spítala, það leit þokkalega út í byrjun en síðan tók eitt að leiða af öðru, fleira tók að gefa sig og svo fór að heilsunni hrakaði hratt. Jenny lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi 11. desember síðastliðinn. Siggi og Jenny voru gestrisin hjón og tóku fólki ævinlega opnum örmum. Það var iðulega mannmargt í heimili í Skarði, húsið fullt af börnum allt sumarið. Fyrir þau var Skarð ævintýraheimur, þar sem farið var í göngutúra og leiki út í náttúrunni, á hestbak, í sund og í pottinn. Ófáar minningar eru tengdar stundum þar sem að setið var á teppi út í garði, Jenny að prjóna á milli þess sem hún ræddi við börnin og tók þátt í leik þeirra. Systkinabörn hennar fengu í fermingagjöf sumardvöl í Skarði sem var upplifun af bestu gerð. Eftir að synirnir uxu úr grasi tóku Siggi og Jenny að ferðast heilmikið út fyrir landsteinana ásamt því að fara landið á bíl og hestum auðvitað. Margar minningar og góðar eiga barnabörnin ömmu Jenníu sem var alltaf tilbúin að gefa þeim af tíma sínum. Minningar gönguferðir með nesti út í náttúrunni þar sem var setið og spjallað, ógleymanlega stundir í bakstri, rabarbarðaskurði og alls kyns brasi með ömmu Jenníu. Hún kenndi þeim mannganginn og var sjálf glúrin í að tefla. Amma sem sagði halló oft og reglulega ef það var eitthvað sem hún vildi leggja sérstaka áherslu á eða var eftirtektarvert. Hvað er búið að gerast? Var amma spurð í skemmtilegu myndbroti þegar stelpurnar í fjölskyldunni fóru saman í ferð fyrir fáeinum árum og voru lentar á flugvellinum í Glasgow. Og ekki stóð á ömmu að svara, bara gott flug, sól en ekki rigning, halló. Jenny fylgdist vel með fólkinu sínu og var áhugasöm það sem þau voru að fást við. Algjör súper amma. Í návist hennar mátti allt og hún virtist hafa endalausan tíma og orku. Jenny var hugmyndarík og full af sköpunargleði. Einstök kona og elskuð af mörgum. Það fer fram bálför í Reykjavík en það verður hægt að signa yfir kistuna hér við kirkjudyr og af því að við erum svo mörg hér í dag að þá hvet ég ykkur til þess að fara beggja megin við kistuna og signa yfir, þannig að þetta gangi greiðlegar fyrir sig. Ég flytt hlýjar samúðarkveðjur til fjölskyldunar frá Ásdísi og Jóni á Ísafirði, sömuleiðis frá Braga og Binnu, systur Jenníar, en þau eru stödd erlendis. Ásgerður Gunnarsdóttir og fjölskylda sendir hugheilar samúðarkveðjur frá Þrándheimi
Hún varðveitir allar góðu minningarnar frá sumardvölunum í Skarði. Þá eru hlýjar kveðjur fluttar frá Möggu Marinós, frænku Jenníar, ásamt Ástu og Gunnari. Feðgarnir Jón, Áskell og Ómar biðja einnig fyrir kveðju með þökkum fyrir vináttuna. Og innileg samúðarkveðja er flutt frá Jóni bróður og Sunnu á Akureyri. Fjölskylda Jenníar býður svo öllum viðstöddum að þiggja kaffiveitingar í félagsheimilinu í Árnesi að athöfn lokinni. Elsku fjölskylda, kæru vinir. Senn hækkar sól. Það tekur að birta á ný. Söknuðurinn verður áfram til staðar en boðskapurinn tekur utan okkur. Jólin minna á hann sem kemur til að rétta okkur hönd sína og leiða út úr myrkri og vonleysi. Mót hækkandi sól fetum við götuna saman og sólskinsdögum við skulum síst gleyma. Þar er af nógu að taka. Víki vaki. Síðasta orðið hennar. Bæn og draumur sólskin á eilífðarbraut. Jenný Jóhannsdóttir er gengin á undan inn í sumarið, þar sem draumalandið himinhæða hlær og opnar skautið sitt. Hafi hún þökk fyrir allt og allt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Amen. Vér þökkum þér, himneski Guð, að vér megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar að sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar vér biðjum blessun til handa Jenníu Jóhannsdóttur, systur vorri, sem vér felum þér.
Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíð, uns vér öll söfnumst frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Sameinumst í hljóðri bæn. Allar bænir felum við svo í bæninni sem að Drottinn kenndi og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rísa úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni Drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottin vorn Jesú Krist. Amen.